Já, ætlum við að byrja á því að spyrja hvernig gengur með vektorverkefni. Er margir búnir? Það heill hellingur, það flott. Og hvað, temmilega erfitt eða allt erfitt eða allt létt? Það er ekkert mál að þyngja verkefnin, það er bara... Það var alltaf bara, já, þetta er æðið, þetta er frábært. Þetta er bara alveg passlegt. Ok, það er gott að það er hérna... Þá eru klasarnir að hafa skilað sér hérna í forritun, þannig að það er mjög gott að heyra. En í dag verður góður dagur af því að nú ætlum við að læra hugrænt gagnadag, eða hugræn gagnatök. Og þegar meira segja, af því ég spurði út í vektor, þá er útfærið til hugrænt gagnatag með vektor. En kannast eitthvað við þetta, fór Hrafn eitthvað í þetta? Sorry, aðeins að, ok. Það er bara búið með allt sem ég ætla að tala. Ok, hvað eru hugræn gagnatök? Byrjum við bara verðinni, hvað er tag, eða type, eins og heitir á ensku, sem ég glemdi að setja þarna á eftir. Og ég kalla auðvitað, eða þú veist, þetta er ofta að kalla týpur á íslensku, ég kalla þetta yfir týpur, en tag er rétta nafnið. Týpur eða tög eru það sem við setjum fyrir framan alla breytunar okkur í C++. Eins og þú veist, int x er jafnt á eitthvað, eða doppul bla er jafnt á eitthvað, eða vektor bla er jafnt á eitthvað. Og hvað þýða þessi tög? Hvaða merkinga hafa þau? Jú, þau eru að segja við forritið okkar, eða segja C++, já, þetta er boolean breyta, það þýðir að hún getur bara orðið true eða false. Eða þetta er vektor, þannig að hann, og þá voru að segjum þetta sé int vektor, það segir C++, ok, þetta er vektor sem getur innihaldið þá eins mörga integer og ég vil. Eða doppul, það þýðir að ég get innihaldið hvaða tölu sem er frá einhverju bíli, með einhverjum ákveðnum skorðum. Eða integer, þú veist, það þýðir, þú getur innihaldið hvaða tölu sem er, bilinu mínus það bil 2 milljarðar upp í það bil 2 milljarðar. Svo er til annað fyrirbæri sem heitir gagnatag. Og það er tag saman með einhverjum aðgerðum. Þannig að ef við tökum int til dæmis, sem dæmi, og tökum allar reikniaðgerðina eins og plus og mínus og margföldun og bitshift og veit ekki hvað og hvað, þá erum við komið með gagnatag. Það er að segja að þá erum við tag sem við getum beitt aðgerðum af. Aðgerðina segir að þú getur tekið hvaða fyrirbæri sem er af þessu tagi og hvaða annað fyrirbæri sem er af þessu tagi og þú getur beitt einhverjum aðgerðum af og fengið út eitthvað nýtt fyrirbæri af þessu tagi, eða jafnvel eitthvað annað. Og við sjáum dæmið þetta eftir. En svo er það þriðja sem við höfum mestan áhuga á. Það er þetta hugræna gagnatag. Það er að segja að við vitum með int, ef við erum að vinna í C++, þá vitum við nákvæmlega hvað gerist. Þú veist, við búum til integer, þá vitum við að það eru 32 bitar, eða 64 bitar eftir hvaða plattform við erum á, segjum 32, og við vitum hvað gerist þegar við kallum á plus og mínus og allt svoleiðis. En sko, tölunarfræði vinnur svolítið mikið á því sem heitir abstraction. Ég man ekki hvað það heitir á íslensku, en abstraction þýðir að við þurfum ekki að pæla í hvað er undir húddin okkar. Við munum að þegar ég var að tala bílinn, það er alveg sama hvort við erum í Teslun okkar eða inn í gamla Mitsubishi Coltinum okkar, þegar við ítum á peturinn lengst til hægri, þá fer bílinn áfram. Við vitum það, eða það er að segja að það er kveikt á hann. En hvað gerist, það er rosalega mismunandi hvað gerist þarna í þessum tveimur fyrirbærum. Og þetta er það sem við kallum abstraction. Það er að segja að viðmótið er eins, en það sem gerist undir er mismunandi. Og þetta er það sem að tölunarfræðin byggir rosalega mikið á. Eins og til dæmis þegar þið opnið skrá til þess að skrifa á disk í tölvunni ykkar, það er fullt af flóknum hlutum sem gerist, við þurfum ekkert að pæla í. Forritunarmálið okkar, það sér sem við vinnum í, það er búið að búið til eitthvað library sem sér það að fá eitthvað sem heitir file handle og opnar það og það tala við stýrikerfið og réttir því eitthvað straum af bitum sem við erum að skrifa inn í. Við segjum bara, já, það setja þennan strengin í þessa skrá og það er bara fyrir sem eitthvað straumur af einhverjum bitum, við þurfum ekkert að pæla í því. Og þetta hjálpar okkur rosalega mikið, með svona abstraction, þá náum við að byggja rosalega hratt upp eitthvað, af því að þegar við ætlum að útfara okkar eigin gagnagrunn eitthvað svoleiðis, þá þurfum við ekki endilega að vita nákvæmlega hvað gerist á disknum.
Við bara segjum við forritunarmál okkar skrifa í skrá. Með þessu náum miklu meiri hrað. Og svo ennþá annars abstraction layer, því ég sagði forritunarmál að tala við stýrikerfi. Stýrikerfi að tala við disk. Og það getur verið solid state diskur, það getur verið hard diskur, það getur verið USB-diskur, USB-lykill. Þetta allt saman mismunandi hlutir. Það þarf að gera mismunandi af því þetta mismunandi hlutir, þá mismunandi aðgerðir sem þarf til þess að setja skrár eða streyma einhverjum bitum á þessa diska. Þannig að stýrikerfið abstraktar rosalega mikið. Og svo reyndar ennþá meira að við getum komið með hardware abstraction því að við skulum fara ekki út í það því að ég þekki það ekki nógu vel. En það er líka til eitthvað sem heitir hardware abstraction. Þannig að þetta byggir allt rosalega mikið á það, það er bara petalinn lengst til hægri fer áfram, alveg sama hvað það þýðir. Það er bara svo að við sem að setjum petalinn sem ákveðum hvað það þýðir að fara áfram. Hvernig við förum áfram, hversu hratt við förum áfram. En abstract data type er sem sagt skilgreining á einhverju gagnatægi og segjum bara, ok, hérna til dæmis integer og lýsum bara því sem að þetta gagnatægið á, sem sagt inniheldur. Int er til dæmis dæmi eitthvað sem að kalla simple data type eða einfalt gagnatag. Það er að segja að það er ekki með neina undirliði. Eins og til dæmis vektorinn okkar sem við útfærum núna, erum að útfæra, hann á 2 integera, annars sem segir til stærðin og arrayinu sem hann að nota og svo hinn sem segir til segir til hvað eru mörg stök í notkun og svo á hann eitt stykki array, eitt pointer. Þannig að þetta er það sem heitir flókið gagnatag, complex data type, af því að hann á undirliði. En int er talað bara simple data type. Og hugrænu gagnatagi bara lýst með því hvað hann geymir, þannig tilfelli integer þá er það bara int, og hvaða aðgerðum er hægt að beita. Þannig að til dæmis þannig getur og munurinn til þess að gagnatagi og hugrænu gagnatagi er við getum talað integer sem gagnatag, þá höfum við ekki takmörk á stærð. En leiðum við komum með gagnatag, þá erum við að hugsa einhverju útfærslu. Sem þýðir til dæmis að ef við erum með gagnatagið int í C++, þá þýðir það að við getum ekki geymt stærri tölu heldur en 2 milljarðar. Nema það sé unsigned og það var eitthvað meira. En 100 milljarðar getum við aldrei geymt í int, sama hvernig intið það veri. Á meðan ef við hugsaum hugræna gagnatagi, þá erum við ekki skorðuð við neina af þessum takmörkunum. En hvað er þá gagnaskipan? Það er komið tími til að tala það hvað gagnaskipan er. Gagnaskipan er ekkert annað en útfærsla á svona hugrænu gagnatagi. Og af því að við erum að vinna í hlutbundnu máli, þá útfærum við gagnaskipan, eða útfærum við hugrænu gagnatagin með klösum. Og þá sjáum við aðeins af hverju þetta er skilgreint eftir þessum 2 liðum. Hvað er það sem klasar geta geymt? Þeir geta geymt meðlimabreitur, sem er sem sagt bara sem eru gagnaliðirnir í hugrænu gagnatögunum og svo geta þau geymt föll eða ekki og það eru aðgerðirnar. Þannig að þetta er akkúrat það sem að klasar voru sniðnir að því að gera. Það er ekki tilvíðun. Þetta er ekki, þeir voru hannaðir með þetta í hug. Þannig að við erum að vinna svolítið á þessu módeli, en þetta er ekki eina módeli í heiminn. Bara svo þið vitið það. Svo er eitt sem að menn eru rosalega hrifnir af. Ég er ekkert rosalega hrifnir af. En það er eitthvað sem heitir gagnahuld. Information hiding. Sem er á vissan hátt gott, en svona vissan hátt svona, ég veit það ekki. Gagnahuld felst í því að við viljum fela útfærsluna frá notandunum. Það er að segja að ég rétti ykkur vektor og ykkur er alveg nákvæmlega sama hvernig hann er útfærður. Og þetta er einmitt hluti af abstraktsjónum minni. Í þetta petalinn, mér er alveg sama hvað gerist undir rútinu. Ég vil bara fara áfram. Skiptir mig engu máli. En það er það er örlitli fyrirvara af þessu. Eins og við sjáum til dæmis ef við skoðið skoðum til dæmis referensin fyrir vektor í C++. C++.com þetta lýsir bara því sem að C++ staðinn segir standard library. Hann er ekki að tala neina ákveðna útfærslu.
Þú veist, við erum að ég hérna er að nota GNU GCC sem er opni og frjálsi GNU C++ það eru til fullt af C++ alveg heill hellingur. Microsoft með sin eigin, Apple með sin eigin, Klang. Þannig að, en ef við skoðum til dæmis þessi föll, hérna, þetta rauninni bara að vera að lýsa eitt stykki abstract data type sem heitir vektor. Alveg óháð útfærslu. En það ekki alveg sama samt hvernig við útfærum hlutina, af því að segjum bara hérna tökum fellið þetta væri hefðbundin lýsing á aðferð. Það er að segja við vitum hvaða parametra fallið tekur, eða aðgerðin tekur, hverjum skilar, en svo hérna fullt að auka dóti. Þetta skiptir máli. Við þurfum líka oftast að vita hver tímaflaggið þess að beita þessari aðgerð. Og við viljum náttúrulega vita líka hvort hann getur kastað einhvern villum og svo þurfum við ekki að pæla þessu fyrir ofan. Þetta er þegar við erum með hluti í parallel, þá viljum við vita hvort það sé óöruggt að nota þetta. Nóga sætum, þú getur líka stólið í stólið. Þannig að já, það er svona hvað er ekki alveg saman útfærsluna, en útfærslun með ákveðnum garantíum þú veist hvað þetta mun taka langa tíma eða allan á tímaflækjuna og hvað mun gerast ef við við erum ekki hlýðin þú veist, ef við hlýðum ekki því sem okkur er sagt að gera erum óþæg og setjum eitthvað inn í fallið sem að meikar ekki sens, þá viljum við vita hvað gerist. Allir sáttu þetta? Ok. Þá er þetta dæmi til dæmis abstract data type. Þetta er sem sagt integer listi. Þetta er bara kóðin sem er í bókinni, nema að það er template kóði. Þannig að það er bara að tala abstractly, bara svona abstrakt hlutin list. Hann getur fengið hvaða típi sem er af því að það er template klasi. En hérna segir bara að þetta er integer listi. Þetta er bara listi sem að geymir integera. Og ég hendi þetta á kommentunum af því að þau tóku svo mikið pláss. En þetta til dæmis lýsir einhverjum abstract data type sem að heitir listi og listi er fyrirbæri sem að geymir hluti í einhver ákveðinni röð. Og þá er ég ekki að tala með svo stafrófsröð eitthvað svoleiðis heldur það hefur einhverja merkingu að segja A er undan B. Það er að segja að hann er framar í listanum heldur en B. Og þetta er bara dæmi klassískt viðmót þess að við getum cleara listan, við getum insertað og appendað. Og þetta er svolítið sérstakur listi af því að hann geymir einhver ákveðna staðsetningu. Það getur ímyndað ykkur þetta svona listi þar sem við erum með pennan á okkur ákveðnum stað. Og svo ef ykkur segir hérna bættu við, þá bara skrifa hann hlutin þar. Þannig að það er það sem að þetta move to start, move to end og prev og next og curve pause þýðir. Það er að segja að við erum með einhver ákveðna staðsetningu, alltaf í huga og svo getum við beitt henni eitthvað. Við getum insertað þar og við getum fengið valjúið á þessum stað. Hella partí þetta frá okkur. En ránum að sjá, sýna ykkur, hvernig getum við til dæmis útfært þetta? Getum við ímyndað ykkur einhverja leið til að útfæra lista? Þennan int list. Þetta er bara abstract data type, þetta er bara segir, við viljum að þessar aðgerðir séu mögulegar á gagnatægin okkar, en hvernig útfærslu getið þið ímyndað ykkur að við getum haft af þessu? Akkurat, mjög svipað á vektor, nema eina sem við þurfum að bæta við er bara eitt stykki position, en ef við löpum aðeins lengur upp, höfum aðeins meira abstraction, af því að nú erum við búin, eða allan að margir eru búnir og eftir þessa viku er það allir búnir að útbúa sinn eigin vektor. Af hverju þá ekki bara nota vektor? Þannig að við getum bara útfært þessi skil, þetta er það sem kallum skil eða interface,
með vektor. Af hverju ekki? Við skoðum það eins. Já, náttúrulega þess að. Við skoðum það eins, þá er alltaf svo gaman. Þannig að þá ætla ég að búið til þetta nýja klassa í fæli og klass og kallum þetta bara vektor intlist. Já, takk. Og hérna, svona eins og í öllum góðum útgáfum á stundinu okkar, þá á ég hérna vektor intlist undir H. Og hérna eru föllin sem við viljum útfæra. Skoðum fyrst bara intlist, já. Skoðum fyrst bara interfacei. Já, þannig að hvað þurfum við? Við þurfum vektor. Við ætlum að útfæra þetta með vektor. Það er að segja, við getum náttúrulega útfæra þetta bara eins og vektor er útfærður, en þá erum við svolítið að endurtaka sjálf okkur. Það er að segja að við þurfum þá aftur að fara að halda utan stærðina og þú þurfum aftur að stækka ef hann vex út fyrir capacity sitt og svo framvegis, en ef við eigum vektor þá notum við bara hann. Við getum notað hann til þess að útfæra þessar hluti. En þannig að það sem við þurfum, já, hérna er líka það sem ég er að tala með, eitt sem ég ætla að minnast á hérna með háskrár. Háskrár er búa til interfaceið okkar. Það er ákveðin pæling líka með háskrárum er að geta separate þess interface, þau föll sem við getum kallað á og útfærsluna. En það gera samt ekki alveg af því að hérna sjáum við líka private meðlimi sem að þeir segja okkur frá útfærslunni. Þannig að þetta er svona, ég finnst þessi rök ekki alveg standast alltaf, en allavega. Þá eigum við eitt stykki vektor, int-vektor meira að segja, og svo eigum við index. Þannig að, hvernig til dæmis hvað myndum við til dæmis gera í smiðnum? Hvernig myndum við vilja smíða nýtt tilverk af þá vantanlega tómum lista? Þetta tekur ekki fram, en það myndi ekki make annað sens. Annað myndi ekki make a sens. Já, hvað er eina sem við þurfum að gera hérna? Já, hæ. Breytt litnum og kommentarum. Já, þau eru svona skemmtilega grá. Ég skal gera það í hléinu. Já. Þetta hjálpar. Ég bara highlightaði fyrir ykkur. Mér er að segja, ég sé þau ekki þá, sko. Já. En við sjáum hérna, við eigum eitt stykki index og eitt stykki vektor. Þetta frumstillist ef að tilvika klassan er búið til, þannig að við þurfum ekki að pæla í því. Já, við þurfum bara að gefa index eitthvað gildi. Og hvað myndum við vilja gefa? Það fyrir allt eftir því hvernig við ætlum að útfæra þetta. Hvað þýðir það? Já, en þetta er eins og er talað í bókinni. Þá er listinn táknaður svona, það er goggur og svo segjum við 1, 2, 3 og svo þar sem að indexin er, það er sett svona strik. 4, 5, 6, 7. Þannig að hvað myndi tómur listi vera? Þið sjáum svona að indexin er settur á milli staka en ekki undir ykkur ákveðnir staki. Þetta er bara ykkur
Þetta er eitthvað sem við ákveðum, þetta er ekkert eitthvað heilagt með lista. Þannig að, eðlilegast kannski væri að þetta væri tómulisti, það er að segja að indexin sé bara fremst, það er að segja að indexin sé þá 0, eða ekki? Af því að þegar við segjum akkurat, insert an element at the current location, nei, sorry, ekki insert, heldur hérna jú, þetta er element, já. Þá myndi það make a sense að hafa indexin 0 af því að þá vorum við að inserta hann eftir sem sagt einhver staki sem er fremst. Af því að sérstaklega líka ef að sko það er komið, 5, ef að staki 5 er komið í listan, þá ætti indexin að vera geti indexin verið fyrir framan það og þá myndi hann inserta fyrir framan og aftan það þá myndi inserta fyrir aftan. Þannig að það myndi make a sense að segja, já, index er 0. Ekki endilega, við getum fært hann fram og tilbaka, sko. Þannig að hérna til dæmis, hann velur við veljum eitthvað pláss inn á milli. Það er það sem að þessi pref og next föll gera. Pref, þá move the current position, já, sorry, ég get ekki lesið þetta. Pref, move the current position one step left. Það er að segja, þá færum við þennan gaur 1 til vinstri. Og það make líka sense ef við horfum til þess að lista með 3 stökum. Að hvar getur positionu okkar verið? Á hversu mörgum stöðum? Ef við erum með lista á lengd 3. Á 4 stöðum. Og það er með listalengd 2, það getur verið á 3 stöðum. Listalengd 1, það getur verið á 2, sem ekki að sensa að vera með listalengd 1, þá getur positionið verið bara á 1 stað. Sem er þá 0. Svo er það, tökum hérna einfalt fall eins og clear. Hvernig getum við clearað listan? Akkurat. Við erum bara index eftir 0 og vec.clear. Það er búinn. Hérna erum við að delegera hlutunum niður á við. Þetta er það sem við fáum með abstraction. Það er sem við vitum að vektorinn kann að cleara sjálf á sig, þá bara nýtum við okkur það. Bara cleara það sjálf á þig. Ég sé indexin, það er rauninni eina sem ég er að smyrja á þennan vektor er að ég viti að ég sé að geima ykkur ákveðna staðsetningu. Þannig að þá bara íti ég því niður á við. Segir bara, gjörðu svo vel, þú kannt að cleara þig, gerðu það, þú ert góður í því og ég set indexin eftir 0. Þeir eru bruggutildurinn að fara að ráðast á hana. Nice. Ok. Skoðum eitthvað krútlara eins og insert-fallið. Ok, skoðum aðeins hérna þetta fyrst. Af hverju er þetta constant reference? Til að spara pláss. Nákvæmlega. Það er að segja að við erum forræðast af því að ég sagði að þetta væri template klassi í bókinni. Template, já. Þannig að við getum verið þetta með þessuna með, við getum verið með lista af vektorum þess vegna. Það skiptir ekki öllu máli. Af því að við getum haft þetta int hérna getur verið hvað sem er. Af því að þetta er template klassi. Og þá, akkurat, getum við spara pláss með því, eða spara tíma með því að þurfum ekki að afrita. Af því að ef þetta væri svona, þá varum við að afrita integer inn í fallið. Það er ekkert endilega dýrt, en ef þetta væri til dæmis vektor eða string eitthvað svolítið, þá þurftum við að afrita svolítið mikið. Við reyndar svona miðað við eðli insert fallsins, þá munum við á endanum þurfa að afrita. Nei,
Já, reyndar þurfum við ekki endilega að afrita. Við getum actually sett inn bara nákvæmlega þannig þetta stak, en það mjög svona, það ekki mjög cool. Fylgir const alltaf callby reference? Nei, við rýfum það þessu upp. Callby reference bara þýðir, þá ertu bara búið til alias og segjum bara, gjörðu svo vel, hérna breytan. Bara, þú veist, ég á með þess að breyti í öðru falli, þú mátt fá hana í láni og þú mátt skemma hana eins og þú vilt. Kosturinn við náttúrulega callby reference að það engin kostnaður við að afrita. En ókosturinn sá að það hægt að skemma þessu með. Const reference eitthvað sem að reynir að fá best of both worlds, þá afhendur ykkur breytuna þína og það rosalega hratt, en þú segir að þú mátt ekki breytinni. Og þetta eitthvað sem við sjáum oft, en oftast sjáum við þetta í föllum sem að megi ekki breyta hlutum, eins og til dæmis, akkurat, þetta til dæmis, hérna meikar rosalega mikið sens að vera með, þetta svo sagt O-stream operatorinn, þetta print operatorinn, þá afhendum við honum const reference á vektor int list, af því að hann á ekki að breyta. Þú veist, hann á bara að taka vektorinn okkar, lesa úr honum og prenta út að skjá, en hann á ekki að breyta honum. En við viljum náttúrulega að það gerist hratt, af því við viljum náttúrulega, okkur finnst óþarfi að það tæki lengri tíma. En á sama hátt virkar insert og allt þetta dót eins. Það að segja ef við ætlum að útfæra þetta hérna, vektor, int list, insert, kópar þetta hér. Það þurfum reyndar að muna aðeins smá vektorsyntax. Það segjum við vec, insert og þá þurfum við að segja vec.begin plus index. Við ræðum þetta seinna, þetta bara eitthvað sem að séu blúr gerir og item, það er búið. Nei, það insert, nei, ok. Þetta já. Já, við ræðum þetta hérna tengist itereitunum, þið getið ímyndið okkur að þetta sé bara að vera að inserta inn í sæti index. Það bara að segja C++, vektornum byrjar hérna og svo hlýður við til index. Já, indexum svona stað, það fyrir allt eftir útfærslu. Þú veist, ef við veldum ákveðin stað og viljum alltaf inserta fyrir framan, þannig að þú veist, það bara dælist það fyrir aftan, þá væri þetta rétt, en ef við skoðum já, það segir ekkert annað en insert an element at the current location. Eins og þið sjá, það sést hérna, það sést ekki hérna. Ok. Insert an element at the current location. Það segir ekki til það hvort við erum að hlýða indexinu eða ekki, þannig að ég myndi tólka það sem þannig að indexinu ætti ekki að hreyfast. Svona, ef þetta væri eitthvað alvöru sem að fólk ætti að geta útvært eftir BH, þá myndi vantarlega standa þarna hvað yrði index. Bara indexinu helst óbreyttur eða indexin hlýðrast með. Svo til dæmis aðra hlutur eins og remove. Þú veist að við removeum staki sem að hjá current index og það það myndir þetta virka ef við erum að tala staki fyrir framan okkur. En það þetta eitt sem að þetta má eiga að hann mjög ambiguous. Þannig að segir indexin raun á milli staka en ekki sem sagt eitthvað ákveðið stak, hvað þýðir current element. Þetta segir bara position of the current element. Þannig að við vitum ekki hvað hann á við. Þá við þurfum að ákveða, eða það stendur ykkur í bókinu og ég las það ekki, að við þurfum að ákveða hvort að current element þýðir staki sem fyrir aftan indexin eða fyrir framan indexin. Þurfum ekki stak 0. Já, en við samt tölum oft indexum eiginlega alltaf frá 0, sko. Þannig að við setjum indexin sem 0, þá erum við að tala fremst. Þetta góð spurning. Við verðum bara að ákveða það.
En já, svona eins og ég held að sé það ekkert merkilegt hérna sem að við getum bætt við, þannig að það er ekkert merkilegt sem er útvært í þessum klasa af því að við erum búin að abstrakta þetta svo vel með hérna hvað er ég að segja? Við erum búin að abstrakta þetta svo vel með því að nota vektor og í þessari útfærslu held ég að ég hafi valið, ef ég segi get value þá segi ég at index, þannig að sjá, þá er ég að tala staki fyrir aftan eða ekki. 0 þá er að staki fyrir aftan. Okay. Þannig að hérna valdi ég það bara að current element er sem sagt það sem er fyrir aftan. Og ég held nefnilega að eitt fall sé vitlaust hérna. Akkurat. 0. Í clear. En sjáum við hvað kóðan okkur verið þægilegur. Þegar við erum búin að abstrakta hluti, við erum komin með abstrakt datatífuna vektor, þá erum við búin að fá alveg glænýjan heim. Þú veist, við þurfum ekki að vera að fikta í þessum arrayum og vera að hafa áhyggjur af indexum og svo framvegis. Það er reyndar eina sem ég er ekki í þessum kóða sem við þurfum að hafa áhyggjur af, er að við þurfum að halda þetta um index. Af því að hvað gerist þegar við í reysum, hlýðrum við indexnum til vinstri, viljum við leyfa index sem að vísar ekki inn í hérna arrayið inn í vektorinn okkar og kasta bara villu ykkur reynir þá að sækja stakið eða viljum við hlýðrunum með, við viljum vantilega hlýðrunum með þegar við erum að eyða út úr vektornum. Það er svona ýmislegt svona bara ýmislegi svona bókhaldseftir sem við þurfum að halda utanum í kringum þetta current index. En annars er þetta orðið mjög einfalt. Þetta er allt bara eitthvað köll á eitthvað vektor. En nú ætla að fara að tala um eina aðra útvarpslega eftir hlé. Ég ætla að spyrja ykkur einhverjar spurningar. Og spurningin er hvað er hægt og hvað er hægt? Ef við skoðum svona fljótt á liti tímaflækjuna á öllum hlutunum hérna, eins og til dæmis svona insert, hver er tímaflækjuna því? Já. Hún er línulega, n, big of n. Append, hún er svona oftast konstant eða ekki. Það er að segja, hún er amortalt konstant. En remove. Hún er línulega líka, já, af því að við getum þurft að hlýðra öllu. Þú veist, ef við erum að fjarlægja fyrsta stakið, þá þurfum við að hlýðra öllu baka. Þetta er konstant hérna, move to start og move to end. Og ekki taka það sem sjálfgefið, það er actually konstant. Jú, það er þetta, já. Það er þetta sjálfgefið líka í hinn útfærslunin, já. Ref, konstant eða ekki. Og next er líka konstant. Já, sorry, ég er að gera eitthvað hérna. Og length. Hver er tímaflöggin af því? Hún er konstant af því að vektorinn geymir lengdina sína. Skulum heldur ekki taka því sem sjálfgefnu. Og curve post, það er náttúrulega konstant. Og move to pause er konstant. Og get value er konstant. Ok, pælum að sé þessu. Getum við gert betur með hérna, hvað er það? Getum við gert betur með remove og insert? Nei, remove og insert. Hvað var insert? Er það hægt? Getum við haft, og ég get sagt ykkur það er hægt í þessum klasa, það er hægt að útfæra þennan klasa, þannig að allt sé konstant. Það er ekkert merkilegt. Nei, það er ekki hægt með vektor.
Já, jú, það verður, það er hægt, en við verðum alveg að gjörsamlega að bandana hérna vektorpælingun okkar og en við í staðinn fáum við fullt af pointerum. En já, við skulum taka þá bara pásu núna og þið pælið í hvernig óskumar getum við gert þetta allt saman konstant.
Ok, það er ekki að halda áfram. Ég vil ekki sjá leyndardóma þess að gera þennan gera öll föllin í þessum klasa að konstant. Reyndar ekki alveg. Prentfallið og clearfallið verður reyndar alltaf línulegt. Við komumst eiginlega ekki hjá því. Nei, clear reyndar getur verið konstant í vektor, já. Það er eini fórnarkostnaðurinn okkar að það eru clear listan, þá það er orðið línulegt fall. En næsta koncept sem ég ætla að sýna ykkur kann maður hljóma svolítið spes, en við skulum aðeins fara út í kosti og galla þess að nota array. Eins og ég sagði ykkur í fyrsta tíman, þá eina sem ég ætla að kenna ykkur eru kostar og gallar og hvernig við vega þá með þetta. Ok, ef við bara förum alveg í grunninn, hvað er array? Akkurat, það er bara einhver röð af minnisólfum og sem eru sequential, það er að segja þau eru hlið við hlið í minni. Og það er alveg ótrúlega stór kostur að það sé þannig. Þetta gerir það verkum, þetta er bara, ímyndum okkur minni þetta er bara array. Það er bara zero plus tekur frá, ég ætla að fá array á stærð 30 fyrir integera. Þá segir hann, ok, hver integer er 4 bæti, ég þarf að taka frá 120 bæti í röð í minninu. Gjörðu svo vel, hérna er pointer. Stór kostur við þetta að við getum hoppað hvert sem inn í arrayið á konstant tíma. Við getum fengið bara, já, ég vil fá staknum með 12, já, þá segir zero plus, ég þarf bara að reikna hérna smá, eitthvað offset og ok, það er hérna minnið, byrjar hérna og svo viltu fá staknum með 12, það er 12 sinnum 4, hoppuðu það langt áfram, gjörðu svo vel, hérna er integer. Þetta er náttúrulega stór kostur, þetta er rosalega stór kostur og á aldrei að vanmeta. En gallinn við þetta er líka sá að af því að þetta er sequential minni, af því að integerarnir eru límdir upp í hvern annan eða hvað sem við erum að geyma, þá gera það okkur rosalega erfitt fyrir þegar við ætlum að reyna að bæta inn einhvers staðar í miðjuna. Við ætlum að setja einhvers staðar, glemum þetta, ég glemdi að setja fjórkan hérna í sæti 5 og ef það eru milljón stök í arrayinu okkar, þá er það mjög dýrt að segja, já, ég glemdi að setja þetta inn í sæti 5, þá þurfum við að hliðra öllu draslinu og svo tróða honum þetta á milli. En hver er hinn möguleikin? Hinn möguleikin. Þetta er eitthvað annað í hug, heldur hann að geyma þetta allt í röð? Nei. Hvað segirðu? Akkurat. Pointar eru svarið við þessu. Þannig að við getum geymt lista þá á ákveðin hátt. Við getum búið til eitthvað fyrirbæri sem við ætlum ekki alveg að skilgreina hvað er. En þetta er ákveðið gagnatag. Og þetta gagnatag, það mun innihalda, segjum sem svo, við ætlum bara að höldum okkur integera. Það geymir eitt slík integer, þannig að hérna geymir hérna 42. Og hitt sem að þetta gagnatag geymir er pointer. Og hvað myndi make sense að geyma inn í þessum pointer? Akkurat, næsta stakk í listan. Þannig að ef við ætlum að breyta þessu hérna array, 42, 1, 3, 3, 7, flara flotta tölur, 27. Þá munum við geyma þetta svona. Og svo til þess að tákna það að listin sé búin, þar séum við séum komin út í enda, þá geymum við bara, já þú veist, við getum, það fer alltaf til útfærslu, en við getum ákveðið það bara að null pointerinn, þess að null bendirinn, hann tákni það að við séum komin út í enda. Ok, það er eitt sem við komum aftur núna, til þess að svona tengdir listar virki, já, þetta fyrir bara heiti tengdur listi, eða linked list, sem einhver sagði þetta náðan, en ég vildi ekki svona spoila þessu fanni, að búa til linked list. Þannig að eitt sem við þurfum líka, það er að segja, ef okkur afhentu okkur þetta hérna, sagði, já, ok, það er eitthvað tengdur listi hérna minni, þá vantar okkur samt eitt.
Já, við þurfum að vita hvort listin byrjar. Þannig að tengdir listar byrja alltaf á, við þurfum að eiga einn pointer sem segir okkur hvar listin byrjar. Þetta eru tengdir listar í henni einföldustu mynd. Allir að meist. Veist ekki alveg að fatta hvað það já, það mjög eðlilegt og það alltaf leið, við munum tala mikið tengdalista. En sko, kostunum það, veist, í rauninni ég ekki búin að búa til eitt merkilegt, nema ég búið til eitt í rauninni strökt sem inniheldur tölu og pointer. Með þessu strökti get ég búið til lista. Af því að þá segi ég bara, ég get búið til fyrsta stakki með því að búið bara til töluna og svo segi ég bendirinn, hann bendir bara á næsta stakk og þá býði til nýtt strökt sem inniheldur næsta tölulistanum og bendir sem bendir á næsta stakk og svo framvegis. Þetta bara þetta eitt gagnatag, þar að segja þetta sem hvernig nót eða nóða eða hlekkur í listanum. Það bara eitt gagnatag en ég á fullt af þeim. Já, þú veist, gagnatag og svo instans annar hlutur. Þannig að ég á fullt af þessum gagnatagum. Ok, kosturinn þetta hérna þú veist, hvað við langar að inserta staki hérna á milli 27 og 137. Sem við langar rosalega mikið að fá, við viljum fá tölu frá áhorfendum, 13, mjög gott. Sem við viljum inserta 13 hérna á milli. Hvað þurftum við að gera í array tilfellinu? Jú, þú þurftum að segja, ok, við ætlum að færa, ímyndum okkur þetta hérna sé fullt af einhverju dóti, milljón stökarnir eftir okkur, þá þurfum við að byrja á því að fara, ok, þetta stakk fyrir hingað, þetta stakk fyrir hingað, fáum okkur kaffibolla og endur maður fyrir 27 okkar hingað og 27 okkar út og hingað kemur 13. En hvernig myndum við að gera þetta hér? Nákvæmlega, hérna myndum við bara segja, ég ætla bara að búa til nýtt svona nýja nóðu, hún inniheldur 13, svo bara breyti ég pointerinn fyrir hingað, þetta pointer fyrir hingað, búið. Þetta konstant tímaaðgerð, að því gefnu að við séum með pointerinn á staki þar sem við vorum með. Þetta svolítið svona mikið að því gefnu, en það alltaf í lagi eins og það ástæðan fyrir því að við eigum þennan current stað í þessum lista sem ég var að tala áðan, að þá þetta orðið konstant aðgerð ekki. Þá eigum við staðinn þar sem við erum og þá ekkert mál að segja bara, ok, nú bendir þú bara á nýju nóðun bendir á það sem þú bendir á og við erum búin. Konstant tíma aðgerð. Allir að meist. Já. Þú spottaði bluffið mitt. Já, þetta eitthvað betra? Sko, já og nei. Ef við erum að hugsa listan eins og við vorum áðan, þar sem við áttum eitthvað current location, þá þetta betra. Af því að þú veist, þá eigum við staðinn þar sem við viljum inserta, þá pointir á þá nóðu og þá getum við bara, þá þetta ekki þannig að svissa hlekkjum bara. Þá segum við, ok, nóðan þess sem ég er að benda á, þú bendir núna á nýja stakið og nýja stakið nú bendir þú á næstu nóðuna sem var á eftir gömlu nóðuna þar sem ég er að inserta þig. Það orðið konstant tíma aðgerð. En, eins og við réttilega bendir á, ef við eigum ekki nákvæmlega staðinn þar sem við inserta, þá þetta samt sem áður línulega aðgerð, það konstant aðgerð að splæsa inn, en það línulega aðgerð að finna staðinn þar sem við ætlum að inserta. Af því að við getum ekki bara hoppað eitthvað inn í miðjuna á listanum. Það það sem við missum með arrayinu. Já. Nei, einhver listi ekki í rauninni array var spurningin? Nei, hann er mjög ólíkur array að því leyti að hann er ekki sequential í minni. Og það rosalega slæmt. Að missi leyti. Þegar þetta til, sko, tengdu listar útfærður í C++. En já, svarið bara nei, þeir eru ekki array. Það til bara C++ list hérna. Og þetta sem sagt tengdur listi. Okay. Og já, list containers are implemented, skulum ignora þetta doubly.
útfæra sem linked list. Þetta bara viðurkennaði það, sem er þetta mjög skrítið af því að ég var akkurat að tala við ykkur að þetta væri sem sagt lýsingar á abstrakt datatípum og þeir eru að segja nákvæmlega hvað er á bakvið. En þetta er svona, þú veist, hlutin er ekki alveg svona jafn klipptir og skortir sem maður vill kenna þá. En það er til fyrirlestur frá Bjarni Strósar maður sem er gerðið C++, þar sem hann segir bara aldrei nota tengdalista í C++. Það mun aldrei borga sig, en samt allir að kenna ykkur fyllt með tengdalista. Og ástæðan fyrir því er að akkurat þetta. Þú veist, það er rauninni sami kostnaður, nema náttúrulega við eigum þennan pointer sem að hann getur orðið kostuð. Þannig að það er svona, það er í undantekningartilfellum sem að það borgar sig í C++, hann var bara að tala um C++, að nota tengdalista. Tekur þetta ekki líka miklu meira pláss? Jú, Akkurat, þetta tekur líka miklu meira pláss, það er rétt. Þannig að við erum að fórna svolítið því. Það er að segja að við erum að fórna plássi, við erum að tala um sko, sem að reynda að verða mínimalega við erum að tala um eitthvað stórt fyrirbæri, við erum að geyma eitthvað stór fyrirbærin í tengdalistanum, eins og strengi, já, sem að verða sem við varum bara að geyma strengi inn í hérna fyrirbærinu, það er að segja inn í nóðunum sjálfum, ekki string class samt þá. Þá er eitt lítill pointer rosalega lítið við hliðin á strengnum. Sko. Þannig að, jú, en samt ef við erum að geyma eitthvað lítið, þannig að segjum ef við erum að geyma annan pointerin í arrayinu, í listanum segi, þá erum við bara tvöfalda geymsluplásið, eða þrefalda eins og við talar ef við erum að nota doubly linked list. En ef maður myndi láta hvert svona dæmi benda á 2 önnur dæmi, eða þú veist, myndir þá ekki helminga leitatíman niður í, eða þú veist, taka leitatíman niður í lokareitma á emni? Jú, við tölum það eftir svona 4 vikur, en já, það er rétt hér. En það er þetta, þú veist, þá þarf þetta fylgja aðeins strangari reglum, en jú, spurningin var ef við látum hverja nóðu benda á 2 aðrar nóður, þá erum við komið með fyrirbæri sem heitir tré og við tölum það eftir einhverjar vikur. En ef við myndum okkur aftur í tengdalistu, jú, það eru margir ókostir, en það eru kostir, það eru ákveðnu kostir þarna og við ætlum bara að einbytta okkur að þeim, við erum svona jákvæð. En já, vissulega er ókostin það við erum með þessa hlekki sem að taka spæðra pláss, en svo aftur á móti getur að vera að við eigum ekki svona mikið laust sequential pláss í minni. Það er að segja array, það er náttúrulega ákveðin svona ókostur að segja array verður að vera sequential í minni, því að kannski eigum við fragmentar að minni. Og eftir að C++ er búið útluta okkur minni og segja bara hérna, ok, þú baðst hérna minni fyrir array, af stærð eitthvað, ok, ég ætla að láta það þennan chunk. Hann getur ekki sagt hérna, ok, það hendur mér rosalega mikið að hlýðir þessum chunk eitthvað annað. Og af því að, þú veist, C++ veit ekkert bendan okkur. Þannig að það má bara ekki færa neitt eftir að búið útluta minni. Það er bara, hann verður að standa við það. Þannig að ef við byggjum síðan kannski minni af stærð, fyrir kannski 100 milljón stök, þá getur vel verið að það sé ekki til. Það er miklu ólíklegra með tengdan lista. En aftur á móti erum við að nota, þú veist, tvöfalt meira pláss. En nú erum við aðeins að fara við kost og galla. Svona gallaflokkurinn er svolítið svona örlítið stærri. En hvernig myndum við útfara svona tengdanlista? Já, ég lóka hér bara. Það er einhverjar hugmyndir. Já. Hér er dæmi það hvernig við getum útfært tengdalista. Þetta er tengdalisti sem er að geyma strengi. Og ef ég man rétt þá er þetta innkaupalisti. Þá sjáum við hérna að við erum búin til struct sem heitir node. Það er hefðin fyrir að kalla þetta nóður eða nodes. Og hún inniheldur, já, þetta þarf ekki innihelda margar hluti. Já, stekkaðis. Skulum segja bara að hún innihaldi, segjum þetta sé bara innkaupalisti, hann innihaldur hlutin sem við ætlum að kaupa.
og svo hlekk á næstu nóðu. En sjáu hérna, þetta er svolítið skrítið. Við erum að skilgreina klasa og inn í klasanum erum við samt að nota klasan sjálfa. Þegar að node-klasin má benda á annað tilvik af sjálfum sér. Nú árið svona circular dependency reference. En það er circular dependency, en þetta er eitthvað sem að C++ og ég veit ekki eitthvað mál sem að leyfir þetta ekki. En þetta hefur annan stóran kost í fyrir sér. Sko, tengdir listar stór uppruni þeirra reyndar svolítið úr fallaforrituna heiminum. Þegar þeir svona hlýða rosalega þægilegum endurkvæmnislögmálum. Þeir sem tóku hérna til dæmis SML-verkefnið í verkefnalausnum. Já, þetta er bara, ok. Það er eini maður sem mundi eftir SML-verkefninu, hann rétti upp hönd. SML-verkefnið sem þeir tókuð í verkefnalausnum, þeir sem voru því, skiptir engum máli hvort það gera það ekki, bara bendi ykkur á það voru allt saman tengdir listar. Og þeir fylgja þessum þægilegu endurkvæmnisreglum sem að geta gert hlutina okkar mjög svona krúttlega og þegar hlutina eru krúttlegir og einfaldir, þá er miklu líklegra við sem að gera það rétt. Af því að við munum komast að því að það er mjög auðvelt að fokka upp hlutum með tengdum listum. Það er miklu minni líkur á því að gera það maður gera endurkvæmt. Ok, hvernig smíðar maður svo? Já, hérna er eitthvað sem við gerum oft en það tölum aðeins um þetta. Það verið typedefum node pointer sem node pointer. Þetta er ekkert nauðsynlegt. Þetta er bara þægilega. Það þurfum við að minna að vera að muna til þessum stjórnum og svo leiðis. Hérna til þess að við erum bara að búa til eina nóðu. Hún heitir head og það er hefð fyrir því að kalla þessa hérna nóðu head. Og já, það er líka hefð fyrir því að held ég kalla þetta hérna fyrir bara link og þetta gengur undir ýmsum nöfnum, til dæmis data eitthvað svoleiðis. Það er oft talað um data og link. Það er að data eru gögnin sem inn í tengdalistanum, inn í nóðunni og link sem linkurinn á næstu nóðu. Ok, þannig að hérna getum við búið til nýja nóðu, gefið itemið egg og segjum þessar nóðu þú ert aftasta nóðan. Þannig að fyrsta nóðan er aftasta nóðan. Og já, sorry. Og já, ég var bent á það síðast. Það færði eitthvað hingað. Þetta er, þarna fáum við þetta. Við höfum bara eina nóðu, eitt lista sem inniheldur eitt stak og stakið er egg. Ok, þetta er ekki það eina sem við gert með tengdalistum, annars var það svolítið ómerkilegir. Hér ætlum við að búa til, geymum þetta hérna. Við taka hérna, höfum þetta bara eins og þetta er. Hérna erum við að geyma tvo hluti inn í tengdalistanum okkar. Það er að segja að við erum að geyma item, það er að segja eitthvað streng, já eins og við sagðum, þetta er eitthvað innkaupalisti, við erum að geyma item, hvað við erum að kaupa og count, sem er svo sagt fjöldin sem við erum að kaupa. Þannig að við getum keypt 4 egg eða þannig að það er engar mælieiningar, þannig að við getum ekki talað um lítra, um 2 mjólk eða eitthvað, en þú veist. Það skiptir ekki öllu máli. Hérna skilgreinum aftur þetta strökt, nema núna eru bara 2 gagnaliðir, við getum haft eins marga gagnaliðir við viljum, við erum yfirleitt bara 1 samt. Og svo ætlum við að útfæra hérna fall sem heitir head insert. Og það sem það gerir er að það bara stingur inn einhverju gildi fremst í listan. Þannig að við eigum reference á fremstastæki í listanum og við ætlum að inserta nýjum stæki fremst í listan. Og hérna erum við með, já. Er þetta venjulega gert þannig að það sé alltaf bætt fram á listan? Já, í þeim tilfellum sem að tengdir listar eru notaðir, þá er það oftast bætt fremst eða aftast og ástæðan fyrir því er að það er hratt. Það er orðið konstant.
það til dæmis, það einn kostur fram yfir vektor að bæta fremst í vektor línulega gerð, á meðan að bæta fremst í linked list konstant. Af því við eigum hvort það bendi þanga. Þannig þetta var góð spurning. Og þetta munum við sjá líka hvernig þetta notað til að útfæra 2 önnur gagnatök sem að heita stack og queue. Þannig að hérna býð til nýtt head og gef því hérna 5 egg og svo ætla ég að inserta á undan því, ætla ég að setja eitt annað sem bara ætla að kaupa 10 smjör, hvað sem það þýðir. Ok, þannig að hvernig útfærum við þetta head insert? Þegar við vinnum með tengdalista og tvíundatrí og allt það dót sem við munum vinna með á þessari önn. Fyrsta sem við erum að gera að draga fram smartboardið ykkar. Nei. Vá, hvað góð sölumæður fyrir smartboard? Hérna að draga fram bláblýant. Og við byrjum á því að segja, ok, við erum með ímyndum okkur við séum með nóðu sem head. Við eigum sem sagt headbandin okkar og svo eigum við eitthvað tengdalista hérna. Skiptir ekki máli hvað hann langur. Síðan að sé bara með 3 stök. Og það sem við viljum gera að bæta einhverju fremst í listan okkar. Hingað viljum við bæta staki. Ok, hvaða skref þurfum við að taka? Já, akkurat. Við þurfum að geyma þennan bendi, en kannski fyrsta sem við þurfum að gera að búa til nóðuna sem við ætlum að bæta við. Og þá segjum við bara node pointer node jafnt og new node og ok, new node count countið sem við erum að fá inn, the number og new node item jafnt og the item. Man ekki eftir þessu, ég held ég að kópir hann að kóða okkur hérna gamlu bókinni, ég nota yfir ekki eitthvað svona einhverja kjánalega nafnavenjur, en alltaf leið. Já, akkurat, nú erum við búin að bæta inn hérna countinu, við erum með hérna 10 stykki af butter og já, hvað þurfum við þá að gera? Þá skulum við taka það sem þú vorst að segja, við þurfum að akkurat. Við þurfum að segja þessari nýju nóðu, þú átt að benda á það sem að head bendir á. Akkurat. Þannig að þú segir þér, nú bendir þú hingað. Þannig að nú hefur við 2 benda sem benda á gamla fremsta staki í listanum. New node. Þetta eitthvað sem að þarf bara að venjast með þessa pointera. Allt í lagi þá maður ruglist í þessu fyrst, því að það er fullkomlega eðlilegt. En já, new node link þá hvað? Head, já, akkurat. Af því að head, ef við skoðum bara típunar, þar hjálpa okkur. Node, það link segja node bendir og head mitt líka node bendir. Það er að segja, head hérna node pointer sem við varum að fá inn. Ok. Þetta enda góð. Ég vissi ekki að þetta kemur svona snemma. Ok, þá erum við búin að því. Hvað þurfum við þá að gera? Hvað eftir? Akkurat. Við þurfum að uppfæra head og segja head. Nú þetta ekki lengur fremsti staki í listanum, heldur þetta hérna fremsta staki í listanum. Þannig að gjörðu svo vel, bentu hingað. Þannig að þá segjum við head jafnt og new node. Ég gleymi ykkur, þetta var miklu lengur að.
Þetta góð spurning. Ég hef mjög góða spurningu. Spurningum þarf ég ekki að segja head link eftir new node. Akkurat. Header pointer, þetta samt mjög góð spurning, af því að þetta alveg eitthvað sem maður á eftir að, þetta eitthvað sem maður klúrar rosalega oft og þetta bara eðli pointer að þeir bara fokki í hausnum á henni. Ef þú skoðar, header pointer þetta allt saman pointer á svona strák. Þannig að málið það, head eins og eitt svona linkur. Þannig að head pointer og tilgangur hans bara að geyma bendi á fremsta stakið. Þannig að ef þú segir head link, munið að þetta það sama að segja eitthvað dereference head og segja punktur link. Munið það að leið við dereference eitthvað, þá erum við að sækja það sem það bendir á. Þannig að ef þú segir head link, þá ertu komið þennan hérna og þá ertu að tala um þennan hérna link. Þannig að þetta er munurinn. Þetta hérna er head. Þetta hérna er head link. En mjög góð spurning. Ég ánægði með þessa spurningu. Að sjá hvort það virki. Þetta virkaði. Butter 10x5. Og af hverju kom butter fremst? Jú, þegar við insertum við fremst. En nú skulum við taka tvennt. Hérna þurftum við að búa til nýja nóðu, head nóðu, sem var ekki null. Má head vera null þegar við insertum head? Það er að segja, getum við ekki bara sagt hérna, breytt þessu hérna, því að við viljum ekki þurfa að búa til þessa nýju nóðu. Getum við ekki sagt bara head insert 5, head náttúrulega er head 5 og svo x. Þetta er náttúrulega, já, við viljum alltaf aldrei nokkuð tíma að búa til og frumstilda bændira. Virkar þetta? Hver er ætla að gíska á já? Þú að taka já, atkvæðin. Það er örfáður, það er enginn trú á mér. Ja? Og nei, hver er nei? Andri auðvitað. Þetta er samt spurning, alltaf þegar við erum með tengdalista, alltaf að skoða jaðartilfelli. Þannig að hvernig er jaðartilfelli? Jaðartilfelli er að við erum með head sem bendur á ekki neitt, þannig að það er bara tómur headbendir og við ætlum að inserta. Hvað var aðferðin sem við byggum til? Við sögum búum til nýja nóðu, setjum gildið inn í hana, en þá allt saman rétt. Svo segi ég, við ætlum að taka þessum headbendir á og láta nýju nóðan okkur benda á það. Headbendir á null, þannig að nýja nóðan okkur bendur á null. Það meikar sens af því þetta er á að vera aftasta staki núna í listanum og það kom stefna. Og síðast skrifið var að taka gamla headið okkar og láta það benda á nýju nóðuna. Þá tökum við gamla head og það bendir núna hingað. Þetta er bara nákvæmlega það sem við vildum. Þannig, allir kátir og þetta virkar. En, ég var að tala hérna fílinn í herberginu, elephant in the room. Hvað okkur er þetta ómerki hérna?
minnisadressa, nei, og þegar það eru parametrar, rétt, þá er minnisadressa ef við erum að nota það hér. Það er að segja, ég ætla að fá hérna og new node, það myndi gefa mig minnisadressuna á new node sem er pointer. Það myndi gefa okkur minnisadressuna á það sem pointerin er geymdur. Akkurat, af því að við erum að uppfæra head. Við erum að gefa head nýtt gildi, þá þarf þetta að vera reference. Hvað myndi gerast ef þetta var ekki reference? Akkurat, það voru bara búið til nýja nóðu sem benda okkur head og svo myndum hún bara deyja. Af því við getum aldrei fundið hann aftur. Já, svo... Þá hérna krassar hann af því að head er ennþá null hérna þegar við reynum að prenta út head item. Þannig að það er ástæðan fyrir reference. En ég held ég minnst á það við ykkur að þegar vorum aðstofa með skundalífus að við erum samt að reyna að forðast allar svona reference breytur. Það er að segja að við viljum forðast það að þurfa að vera að senda hluti sem reference hægri vinstri. Sem er svona svo aðferð, og ég skilja vel, þetta er svo aðferð sem eitthvað er kennt í forritun að geyma það sem við kallum state. Í rauninni minnið að head hérna er state á listanum okkar. Það er að segja að við insertum ykkur fremst, þá uppfærist head. Þannig að head er það sem við kallum state eða staða á listanum. Hún breytist þegar við insertum ykkur. Og til þess að uppfæra state, þá þurfum við referensa eða það sem er miklu betra og það sem við erum að læra núna, það eru ekki læra núna en það sem við erum að tala áðan til að útfæra abstract data types er akkurat klasar. Klasar geyma state sem sagt inn í sér. Það þurfum við ekki að senda allt sem referensa af því að það er bara, við getum bara sótt hlutina beint. Þannig að áðan, þegar ég var með vektor sem sluta stateinu í listanum mínum, þá getur bara sagt vek.punktur eitthvað, saman í hvaða falli í klasanum ég var. Af því að þetta er bara hluta stateinu hans. Það þarf ég ekki að senda það sem reference inn í alla skapaða hluti. Þannig að við munum útfæra þetta sem klasi, ég ætla ekki að fara þetta núna, við ætlum bara aðeins að skoða tengda lista, bara for, ég ætla ekki að segja shit and giggles, en ég sagði það samt. En núna er samt komið spurningin, auðvitað þurfum við með lista, þá erum við á einhverjum tímapunkti heimsækja all stökin í listan, annars varum við ekkert að geyma þau. Eða allavega, leita einhverju stæki í listanum. Þannig að hvernig gerum við það? Segjum svo við ætlum bara að segjum við for jaft og 1 í minnina jaft og 10 í flús, ætlum að inserta, ætlum að kaupa egg og butter og hvað viljum við kaupa svo mörg stykki af. Hvað er það að leikar? Spam, ok, græn. Bara bendi ykkur á það að spellcheckerinn vill ekki bekynna spam. Þetta er þetta treytum, þetta þurfi S stórt S. Þetta er náttúrulega sér nafn, sko. Hvernig getum við þá labbaði gegnum listan hérna? Við sleppum þessu hérna. Við erum bara búin til eitt stykki printfall. Hver sagði þetta? Þetta er automatist 10, sko, að segja þetta. Fyrst bara recursive. Og það er rétt, það er eiginlega einfaldara heldur en það sem ég ætla að fara að sýna ykkur. Og ég mun samt sýna ykkur það seinna. En já, það var mjög einfalt að útfæra þetta recursive, alveg eins og við sáum í hérna SML-verkefninu, þess að tóku það, að það var mjög þægilegt að útfæra allt recursive, af því að ef við munið eftir því, þá er sem sagt þetta hérna head er það sem við getum kallað hausun á listanum og svo tail er bara head link. Það er afgangurinn á listanum. Og við tölum aðeins þetta setna, en við ætlum að tala node pointer node head. Ok, þannig að við ætlum að prenta út þennan lista sem að byrjar á head.
Þannig að ef við byrjum á því, teiknum allt upp. Við myndum lista. Það er svona link, ég þarf að tala við smartboard og biðja svona linked list stimpil. Akkurat. Akkurat. Það er að segja að hugmyndir sem var að koma upp, ykkur var líka, þannig að sem að byrja þannig, sem byrja sem head og svo bara hættum við þegar head er orðið null. Af því að þá vitum við að þetta kom út í endan á listan. Þannig að þá segjum við bara while head er ekki eftir null, erum við eitthvað sniðut. Þá sjáttum við bara head item account. Þá segjum við bara head item. Já, sorry, ég notaði þetta bara án þess að blikka öðru. Þekki ég þennan, ég vonaði að hafa farið í þennan syntax. Ok, spólum aðeins tilbaka. Ég er ekki viss, ok. Mjög eðlilegt, sorry, ég á það til að svona líta aðeins fram fyrir utan og svona mér finnst orðinir eru komnir inn í hausinn á mér. Ok, hérna, þessu, hvað þýðir þessi píla? Skulum fara bara í söguna bak við þessa pílu. Málið það að þegar við erum með pointera, þið þekkið það náttúrulega, þegar við erum með klasa eins og til þess með vektor á það, það getur við sagt vek, punktur, size, eitthvað svoleiðis. Eða vek, punktur, insert, eitthvað svoleiðis. Þið þekkið þetta, þegar við erum með klasa, getur við sagt klasi, punktur, fall eða breyta og þá kalla á það þannig. Ok, allir sáttu við það. En svo þegar við erum að vinna með sko benda á klasa eða benda á struct, þá til þess að því þetta er bendir, hérna, þú segjum við viljum breyta itemin á fyrsta stækinu, þá segjum við hérna head, þá getur við sagt head.link jafnt og við erum breytt bara hérna iteminu, við ætlum ekki að nota egg, við ætlum að gufa brún egg. En hérna fáum við villu. Já, og hann segir hérna request for member link in head sem af pointer type, sem sagt node stjarna. Og pointer eru sem sagt grunntök, það er að segja grunntýpur, við getum ekki sagt int punktur eitthvað, ef við erum með sagt hérna, við erum með int x og getum við ekki sagt x punktur eitthvað af því að x er ekki klasi. Og sama með pointer, pointer eru ekki klasar. Þannig að við getum ekki sagt pointer punktur eitthvað. Þannig að það sem við þurfum að gera er að fyrst að sækja það sem er inn í head. Svo að segja head.link. Og setja semikolon eftir. Og já, ekki. Þetta voru item. Takk. Ok. Þá er þetta í lagi. En til þess að þurfa ekki að gera alltaf hérna svíi, stjarna, svíi, punktur, þá er Cblue með svona styttri útgáfu þessi, sem er bara píla. Og pílan segir, sæktu það sem er inn í head, fyndu þar eitthvað sem heitir item, og ég ætla að láta það fá gildið browning. Þannig að þetta er rauninni ekkert nýtt, þetta er bara það sem heitir á hérna tölunarfræði jargoni syntactic sugar. Þetta er bara svona til að gera hlutina krútlegri. En já, skjótt þá head item, af því að head er núna pointer á node, ekki 1540 annars. Okay. Af því að það er pointer, þá ætlum við að sækja það sem er inn í pointernum og sækja itemið þar. Ætlum það sorta við þetta og head count. Ok, hvað þurfum við að gera svo í lok hverja líki?
Akkurat, við skoðum aðeins myndina. Við byrjum hérna með, munum það að head hérna afrita pointernu, þannig að við munum skemma þetta head eins og við viljum. Við skemmum ekki uppræðanlega headið, af því að við erum ekki að taka eins og reference eins og hérna. Þannig að við erum komið með nýjan bendi hérna, annan head-bendi sem er hérna. Hann bendir ekkert á bendin, hann bendir á sama stað. Þannig að við erum að afrita þessum hérna gaur. Við erum bara að afrita honum og hann bendir á sama stað. Þannig að við byrjum á því, ok, sækjum það sem er inn í fyrsta stakinu, það er hérna head item og head count. Prentum það út og hvað segjum við svo? Þá uppfærum við þennan hérna gaur, þannig að við segjum ekki, þú bendir ekki lengur hingað, heldur bendiru á næsta stak og eftir, sem er þetta hér. Og hvernig gerum við það? Það segjum við head er jafnt og head link, já. Þetta er það sem er unni tailið. Head er fremsta staki í listanum og head link er afgangurinn á listanum. Og við kannski að prenta þá. Þá fáum við þetta svona. Já, sorry. Þetta er það sem við segjum hérna sitja á. Gefur þetta svona. Svo er þetta til svona krúttlega aðferð til að gera þetta. Ef við erum með þess að ef við viljum ekki skemma headin okkar, þá getum við líka útfært þetta sem forlíkju. Þá séum við hérna node pointer p jafnt og head er ekki. Og þá þurfum við að láta p hérna. Og hvernig viljum við halda áfram á meðan p er ekki null og við lokum við segja alltaf p er eftir p link. Þetta munum við skrifa oft upp, þessa tegunda forlíkju eða værlíkjuna, það skiptir mig einhver máli og það gerist nákvæmlega það sama. Já. Já, það fyrir eftir hvað þú kallar öguðan. Spurningin var, ég hef bara eina leið til að lafinginu í listan, þannig ég prenta hann alltaf öguðan. Já, ég prenta hann öguðan af því ég inserta alltaf fremst, þannig að ég insertaði einum fremst, svo kom tveir og hann fór líka fremst, þannig að hann fór undan einum. Þannig að hlutin ég prenta alltaf hlutin út í réttri röð, ég bara insertaði þeim þannig að þeir kæmu út í ögurröð. Já, þannig að þetta er eitthvað sem við munum nota alveg heilan helling, þannig að aðeins að ísa ykkur inn í pointerina. Ráðgætt að við höfum kynst þarna pílusyntaktum í dag. Og, sorry. Já. Gerum samt new node. Já, tökum það. Það er ekki að skila þessu minni. Þetta er góð spurning. Við skulum skila minni á 4 mínútum. Jú. Auðvitað þurfum við að skila minninu sem við tökum frá, af því að ég sagði öll new sem við þurfum að gera, öll new sem við gerir, þeim þarf að fylgja delete einhvern tíðan seinna. Við komumst aldrei fram til því. Þetta er líka önnur ástæðan fyrir því að pakka tengdu listum inn í klasa, er að þá getum við haldið ákveði bókhaldinu um það, þú veist, ég bjóti þennan tengdalista, hann á þennan head, og svo þegar hann fer út úr skóp eða einhver vill eyða honum, þú veist, þegar að kalla á destructorinn, þá get ég ákveði, ok, nú ná ég að eyða öllum stökunum mín. En hvernig eyðum við öllum stökunum okkar? Ég fari í botnin á honum og bakka svo tilbaka. Nei, það er ekki gott. Ef við látum alla pointera null, þá eru samt ennþá
þú veist, manstu pointeran og það sem hann bendir á eru tvennt ólíkt. Þannig að þú lætur pointerin benda null, afsakið þeir sem heima sittið, en ég að leika þetta með táknmáli. Þá lætur pointerin benda null, þá það sem hann benda á samt ennþá á hípinu. Það sem gerir það bara, þú ert bara eins og sért að rífa miðan, þú veist, hvar þetta var á hípinu og þá það bara gleymt að eilífu en samt segir stýrikerfið það þetta minnið fráteki fyrir þig, en þú manst ekki neitt sjálfur hvað það er. Þannig að nei, við þurfum að skila þið sjálf. Þannig að hérna, já, við löpum bara í genið listan. Svona það. Og hvað vil ég gera? Við getum gert það. Finna null fyrst. Og ég mun sýna ykkur öll þessi föll aftur nema með endurkvæmni og þá munið þið elska endurkvæmni því að hún gerir hlutina töluvert einfaldari. En hvað þurfum við að gera? Node pointer, þetta er pointer, þannig að við getum skilað pointer, þannig að getum ekki bara gert svona. Delete P, jú, við erum skilað náttúrulega sérilagi headnóðinni. Alltaf ertu uppfyllur af skynsemi. Hvað gerist hérna? Ég skilaði pointernum. Ég veit ekkert hvað næst er. Og í svona 99,9% tilfella mun það samt virka að segja, eða þú veist, mun það bara virka. Það er að segja að ég sæki ennþá í lok lykkjunar p-link. Já, en það er mjög ólíklegt að það sé búið yfirskrifa, en við erum samt alls ekki nota minni sem við erum búin að díla í. Það er að segja skila. Þannig að ef við sleppum þessu hérna í lokinu á lykkjunni og segjum hérna next er ég eftir og p-link, ekki oink. Glemdist þessi sinna í babe. Þá getum við deleta p mjög örugglega, af því að eina sem við þurfum að fá úr p núna er hérna linkurinn á næstu nóðu. Svo deletum við henni og þá getum við sagt p er ég aftur next. Geti ég gert það í forleikis, já ok, ef ég gerir þetta, ef ég býð hana til fyrir utan. Sagt hérna p er það next. Node point. Það var einhverjum það. Og já, við sjáum það náttúrulega ekki neitt, en af hverju prentast ekki út samt. Það printur orðið helviti gott orðið. Það er bara, gera svo vel, ég ætla að skilja þetta minniðinu. En já, til þess að hafa þetta fallsamt sem eðlilegast, þá myndum við náttúrulega, hvað verður slæmt í það, ok? Printur, já. Þetta þá del og hitt print. Hvað er slæmt í þetta fall hérna? Við kalla hann á print, þá virkar það, já, það virkar. Og svo segi ég hérna del head. Þá sjáum við það ekkert virkað, en það virkar. Hvað verður slæmt við þetta hérna? Akkurat. Nú eigum við hérna það sem heitir dangling pointer. Það er að segja við höfum pointer núna sem heitir head sem að bendi á fremstu nóðuna í gamla daga. Nú skilum við öllu minninu, en hann er ennþá að benda á gamlu fyrstu nóðuna í listanum okkar. Þannig að þetta er ætti að vera reference hérna, eðlilega. Og þá myndum við að lokum segja head jafn null. Það er að segja að stilla bendin á að nú bendir þessi bendir ekki á neitt. En, einhverjum spurningar? Svona, fyrst að það eru 2 mínútur komna fram með tíman.
Ok.